Randi, spyrum kannski bara þér, fyrsti landsleikurinn í einhver 5 ár, eða ekki? Jú, passar. Tvö börn og korsbandslið og alls konar. Bara hvernig var tilfinningin að klæðast landsliðstreyjunni og koma inn á Laugardalsvöll og spila? Hún var bara mjög góð og ekstra skemmtilegt að fá að vera númer 5. Annars 2-0 tapina heima á móti Frökkum, hvernig liðið svona strax eftir leik? Mér finnst þetta svekkjandi, þetta voru óþarfa 2 mörk sem við fengum á okkur. Svona einbeitingarleysi bara í nokkur sekúndur og þær refsuðu okkur fyrir það. Þannig að já, bara svekkjandi, það var ekkert að gerast í þessum leik og þær áttu ekkert skilið að vinna 2-0. Fáum mikið tækifærum í fyrri hálfleik og nokkuð alveg mjög góð færi. Er ekki svekkjandi að hafa ekki verið búin að setja mark fyrir hálfleikinn? Jú, við hefum getað verið búin að skora 1 eða 2 mörk í fyrri hálfleik og auðvitað það er alltaf svekkjandi ef maður nýtir ekki færi sín en þetta var, auðvitað erum við að spila á móti Frökkum en við höfum tekið að vera yfir í hálfleik. Þið spilið hérna á nýjum Laugardalsvelli, nýtt gras. Hvernig var grasið? Geggjað, ég hef aldrei spilað á svona góðum Laugardalsvelli áður, þannig að það var bara allt í toppstandi. Svo er Serbíu í síðasta leik fyrir EM. Hvernig bara leggst framhaldið og ætti ekki að horfa svolítið í EM núna? Ég viðurkenni það kitlaði alveg. Ég var nú kannski komin ekki alveg þangað en núna kitlar það vissulega að taka þátt í því en við verðum bara að bíða og sjá. Ég er klár ef að kallið kemur. Takk fyrir þetta, gangið vel.